Komið sæl. Það hefur verið útbreidd skoðun undanfarið og vafalaust mörgum mikið haldreipi í þrengingu kórónukreppunnar að 2021 yrði árið eftir COVID. Árið þar sem faraldurinn myndi hjaðna fljótt og vel með bólusetningu þorra fólks bæði hér og erlendis, efnahagurinn myndi í kjölfarið braggast hratt og örugglega. Undanfarið hafa þó blikur vaxið á lofti hvort faraldurinn verið þrálátari og efnahagsbatinn hægari en vonast var til. Verður árið 2021 árið eftir kórónukreppu? Okkar svar, líklega en alls ekki örugglega, og horfur eru reyndar á að næsta ár verði kannski enn frekar árið eftir COVID en þetta ár. Við spáum því að hagvöxtur í ár verði rúm 3%. Útflutningur mun eiga drýgstan þátt í vextinum í ár, en hóflegu vöxtur innlendra eftirspurnar leggur einnig lóð á vogarskálarnar. Á næsta ári gerum við hins vegar ráð fyrir 5% hagvexti. Útflutningsvöxturinn verður enn líflegri á því ári og áframhaldandi vöxtur verður líka í innlendri eftirspurn. Á lokaárispárnar 2023 gerum við ráð fyrir tæplega 4% vexti og hann skiptist að jöfnu milli þriggja þátta, útflutnings, fjárfestingar og neyslu. Nú stærsti óvissu þátturinn þessa dagana í okkar huga og væntanlega fleiri endurreisn ferðaþjónustunnar. Hvenær fara ferðamenn aftur að koma og í hve miklu mæli koma þeir þegar þar að kemur? Við erum með grunnspá þar sem við gerum ráð fyrir að 700.000 ferðamenn komi á þessu ári, langflestir á seinni helmingi ársins. Á næsta ári verði ferðamenn hingað til lands 1,3 milljónir og 1,5 milljón á þar næsta ári. Við byggum hins vegar til 2 viðbótar sviðsmyndir þar sem þróunin í komum ferðamanna er önnur, annars vegar bjartari sviðsmynd sem við teljum það bil 10% líkur á að raungerist eða að þróunin verði enn betri. Þar er fjöldin milljón í ár, tæplega, og 1,5 milljón þegar á næsta ári. Við gerðum einnig dekkri sviðsmynd og aftur eru það bil 10% líkur að mati okkar á því að þróunin verði svo óhagstæð eða enn verri og gangi sú spá eftir verða ferðamenn sem hingað koma 400.000 á þessu ári, það bil milljón á næsta ári og 1,3 á lokaári spárinnar. Og hvað þýðir þetta þá fyrir efnahagsbatan? Jú, gangi bjartari sviðsmyndin eftir, áætlum við að hagvöxtur gæti orðið upp undir 5% í ár. Það þýðir þá að atvinnuleysi hjaðnar allhratt strax með vorinu og verður orðið ásættanlegt þegar á næsta ári. Krónan fer að styrkjast með vorinu aftur og styrkingin allmyndaleg. Það þýðir þá verðbólga hjaðnar sömuleiðis nokkur hratt og örugglega. Innlend eftirspurn eru fljót að taka við sér og þetta ár verður á endanum árið eftir COVID. Að sama skapi, ef að dekkri sviðsmyndin ferðamannastrauminn gengur eftir, verður lítill hagvöxtur í ár, líklega ekki meiri en 1%. Krónan á þá undir högg að sækja meira og minna út árið, atvinnuleysi verður þrálátt í kringu 10%, megnið og jafnvel út þetta ár. Verðbólga sömuleiðis þrálát af því að krónan er ekki að styrkjast, innlend eftirspurn lætur á sér standa og þau vandamál sem að við stöndum frammi fyrir verða öll langvinnari og lengur að vinda ofan að þeim. Það þýðir þá að reyndar að hagvöxtur á næsta ári verður þá þeim meiri en í millitíðinni eru fyrirtæki að fara í gjaldþrot, heimili að lenda í greiðsluerfiðleikum, hið opinbera í miklu meiri fjárútlátum heldur en ella væri og alls kyns samfélagslega vandamál grafa sig sem að erfitt verður að vinda ofan að. Það skiptir því miklu máli hvort að ferðamannastraumurinn glæðist fyrir eða síðar. Nú gangi spáin okkar 700.000 ferðamenn eftir á þessu ári verður fjöldin einungis þriðjungur af því sem við vorum með hingað til lands árið 2019. Samt sem áður, jafngildir þetta 40% og jafnvel rúmlega það aukningu í þjónustu útflutningstekjum frá ferðamennsku á milli ára og sá vöxtur á einna drýgsta þáttinni því að við gerum ráð fyrir útflutningur í heild vaxi tæplega 12% í ár. Til viðbótar við það erum við að sjá ákveðna vaxtabrodda á vöru útflutningsliðinni, eldisfiskur, álið, aðrar iðnaðarvörur
En það samt sem áður þjónustan sem á vinningin í vextinum í ár. Á næsta ári verður útflutningsvöxturinn ennþá hraðari, fyrst og fremst vegna þess að ferðamönnum að fjölga það mikið á milli ára og þá sjáum við gangi spán okkar eftir 16% vöxt sem metin aftur, við erum að koma úr mikilli dýfu í útflutningstekjunum. Á lokaári spárinnar verður svo komið meira jafnvægi á hlutina og þá gerum við ráð fyrir 5% vexti í útflutningi. Og innflutningurinn fylgir útflutningsþróuninni nokkuð fast á hæla. Við erum þegar farin að sjá verulegan samdrátt í innflutningnum, reynda strax árið 2019. Í fyrra skrappan væntanlega saman ríflega 50. Í ár og næsta ár reynda líka gerum við ráð fyrir það bil 10% vexti hvort ár í innflutningi. Bæði verið að flytja inn aðföng fyrir útflutningsgreiðarnar og eins auðvitað til að fóðra aukna innlenda eftirspurn og að sama skapi verður vöxturinn í innflutningnum hægari á lokaári spárinnar. Nú, bæði ár og á næsta ári vex útflutningur hraðar en innflutningur og framlag utanríkisviðskipta til hagvaxtar verður því jákvætt. Það snýr svo við á lokaári spárinnar. Það í raun með nokkrum ólíkindum að viðskiptajöfnuðurinn skuli ekki vera komin í halla eftir skell á útflutningstekjurnar sem nemur nærri þriðjungi, eins og raunin var á síðasta ári. En þetta nú samt staðan. Útlit fyrir að viðskiptajöfnuðurinn hafi verið nánast á núlli í fyrra og á móti töpuðum útflutningstekjum kom samdráttur í innflutningi og ágætis ágangur af þáttatekjum. Nú góðu heilli eru horfur á að viðskipta ágangur verður fljótur að myndast aftur leið og útlendingur tekur við sér í lagi ferðaþjónustan. Við áætlum að viðskipta ágangurinn á þessu ári verði 1,3% af landsframleiðslu. Það jafngildir það bil 40 milljörðum. Á næsta ári og árinu 2023 áætlum við svo að ágangurinn verði eða yfir 4% af landsframleiðslu hvort ár. Þessi þróun algjörlega ólík því sem við þekkjum frá áratugunum fyrir kórónukreppuna og rauninni allt fram að hruni og okkar mati skýrt merki það að breytingin til batnaðar í ytra jafnvægi hagkerfisins varanleg. Og þá víkur sögunni af innlendu eftirspurninni. Fjárfesting hefur verið að skreppa saman, hún náði reyndar hámarki á árinu 2018 og hefur dregið saman síðan, sérstaklega fjárfesting fyrirtækjanna. Hraðinn var þó auðvitað mun meiri á síðasta ári í samdrættinum. En þrátt fyrir það fjárfestingastigið mun hærra en við sáum til dæmis strax eftir hrun sem ákveðið styrkleikamerki og bendir til þess að við eigum léttara með að vinna okkur út úr kreppunni í þetta skiptið. Það verða engar stórtækar breytingar á fjárfestingunni sem slíkri, við verðum meira í svona sígandi lukku í þetta skiptið en vöxturinn verður stöðugur frá ári til árs og reynda hvað mestur undir lok spátímans. Og þannig lítur þetta þá út ef við horfum á skiptinguna svona milli helstu fjárfestinga þáttana. Í ár á opinbera fjárfestingileikinn. Hið opinbera réðist í verulegt fjárfestingar átak til að lina áhrifin af kórónukreppunni. Það átak nær hámarki ár og útskýrir kúfinn af þeirri tæplega 4% aukningu sem við eigum von á í fjárfestingu þetta árið. Atvinnuvegafjárfestingin líka að lifna við, sérstaklega á seinni hluta ársins. Hins vegar erum við að sjá fram á töluverða samdrátt í fjárfestingu í íbúðarhúsnæði. Það hefur verið að fækka umtalsvert þeim grunnum sem að grafnir eru og þeim nýbyggingu sem eru á fyrstu stigum undanfarið og svoleiðis verkefni halda einfaldlega ekki í við íbúðir sem verið að klára á komandi mánuðum. Og þannig skreppur fjárfestingastigið í íbúðarhúsnæðinu saman. Nú á næsta ári verður það atvinnuvegafjárfestingi sem að lifnar helst við. Þá verður opinbera fjárfestingi búin að toppa og lítilsháttar samdráttur þar. En á lokaári spárinnar verður einkafjárfestingin í heild í töluverðum vexti, bæði atvinnuvega og fjárfestingi í íbúðarhúsnæði sem verður loksins komin að góðan skrið aftur. Og þá gerum við reyndar ráð fyrir ríflega 8% vexti í fjárfestingar í heild og það hraðasti vöxtur sem við höfum séð í fjárfestingu frá árinu 2017. Íbúðamarkaður hefur komið talsvert á óvart á undanförnum ári.
Hann hefur reynst mun sterkari heldur en við og vafalaust fleiri áttu von á. Verðið haldi áfram að hækka jafnt og þétt og veltan verið nokkuð lífleg. Það eru þættir sem að styðja við íbúðamarkað þessa dagana. Fjármögnun á íbúðarhúsnæði hefur aldrei verið hagstæðari. Þar vaxtalækkun Seðlabankans að skila sér miklu betur til heimilanna heldur en við hefum áþekkt. Og áhrifin eru raun tvíþætt, bæði eykur þetta kaupgetu heimila þegar vaxtakostnaðurinn lægri og einnig hefur þessi breyting, það að segja lægri vextir, jákvæð áhrif á ráðstöfunartekjur og í rauninni svona væntingar heimilanna. Við höfum séð það í mælingum til að mynda á væntingavísitölu Gallup sem hafa verið að hækka undanfarið að nýju og þetta styður einnig við markaðinn. Framboðið líka takmarkað að minnsta í sumum hlutum markaðarins og það heldur einnig við verðið. Og við teljum reyndar að þetta verði áfram raunin. Okkar spá hljóðar upp á að íbúðaverð muni halda í við almennt verðlag í landinu og reynda gott betur og spáum því að frá síðasta ári og fram til loka spátímans hækki raunverð í heildum það bil 8%. Þótt kórónukreppan hafi dregið fram ýmsa styrkleika íslenska hagkerfisins og okkar mati fært sönnur á það að margar þær breytingar sem við höfum gert undanfarna áratug hafa verulega verið til bóta og auki möguleika okkar á að fara í gegnum svona þrengingar. Þá fer ekki hjá því að skellurinn dregur líka fram hversu háð okkar hagkerfi starfsemi í mannaflsfrekum greinum á borð við ferðaþjónustu, aðra innlenda þjónustu og mannvirkjagerð. Atvinnuleysi hefur vaxið hratt og nú svo komið að 1 af hverjum 10 aðilum á vinnumarkaði án atvinnu. Reynda væri þetta hlutfall væntanlega töluvert hærra ef að mótvægisaðgerðir hins opinbera hefði ekki komið til. Horfur þróun atvinnuleysisins hafa því miður dökknað nokkuð eftir því sem það hefur komið á daginn að lengra sé heldur en vonir stóðu til í að landið opni að nýju, ef við getum orðað þannig, fyrir ferðamönnum og þeim fara að fjölga hér á landi. Það því útlit til að atvinnuleysi verði áfram hátt fram til þessu ári og fari fyrst að hjaðna fyrir alvöru á seinni hluta þess árs. Spáin okkar hljóða þannig að atvinnuleysi verði að jafnaði 9,4% þessu ári, tæplega 5% á næsta ári og ríflega 3% á loka ári spárinnar. Nú verði þróunin óhagstæðri, til dæmis í líkingu við dekkri sviðsmyndin okkar, verður atvinnuleysið hins vegar að sama skapi mun þrálátara. Þá útlit fyrir að það verði jafnvel yfir 10% allt þetta ár og það verði ekki fyrir undir lok spátímans sem við sjáum atvinnuleysið nálgast hlutföll sem við höfum talið ásættanleg í íslenska hagkerfinu. Þróun einkaneyslu hefur verið býsna áhugaverð frá því kórónukreppan skall á. Hún hefur vissulega skroppið nokkuð saman en sá samdráttur alfarið annars vegar auðvitað í neyslu utan landsteinanna og svo í afmörkuðum innlendum þjónustuþáttum sem hafa hvað mest verið undir hælunum á sóttvarnaaðgerðum slíku. Almennt hefur hins vegar innlendaneyslan haldið sjó og í sumum geirum reyndar aukist töluvert. Þetta líka að styrkja við hagkerfið, draga á sveiflunni og auðvelda upptaktinn í kjölfarið. Það eru líka ákveðnir þættir sem eru að vinna meira með heimilunum heldur en oft áður í íslenskum kreppum. Kaupmáttur hefur til að mynda ekki skroppið saman í þetta skiptið. Minnst kosti ef við horfum í kaupmátt launa, það hefur gjarnan verið þróunin í íslensku hagsveiflunni að verðbólguskot hefur skert kaupmátt almennings verulega og þar með dýpkað samdrátt sem þegar var hafið. Núna kaupmáttur launamannsins á heildina litið að vaxa, klálega þeim sem eru á samningsbundnum launum, ekki síst þeim sem eru í neðri þrepum launastigans og það horfur á svo verið áfram. Við spáum því að raunlaun, það að segja laun að teknu tillit til verðbólgu, vaxi í kringum 2% ári að jafnaði á spátímanum, þannig að pingja þeirra landsmanna sem ekki missa vinnuna eða verða fyrir öðru tekjutappi, hún þyngist jafnt og þétt og gerir þeim þá kleift að neyta jafnt og þétt meira. Það auðvitað lítil huggun fyrir þá sem verða fyrir atvinnumissi eða verulegu tekjutappi en hjálpar hagkerfinu aftur
á fæturnar á nýjan leik og á endanum kemur það vonandi landsmönnum öllum fyrir að síðar til góða. Það fór auðvitað eins og við var að búast að gengi krónu yrði fyrir verulegum áhrifum af kórónukreppunni og þessum skelli sem að hún olli útflutningnum. Gengi krónu var það bil 10% veikara nýliðin áramót en það var í upphafi síðasta árs. Veikingin átti sér aðalega stað í tveimur hrynum, annars vegar veiktist krónan verulega í mars og apríl þegar það var orðið líðum ljóst að heimsfaraldurinn var alvarlegur, hann var kominn til að vera og hann myndi líta ferðamannastrauminn og innlenda hagkerfið sömuleiðis mikið fyrirséða framtíð. Seinni veikingarhrina var svo í fyrra haust, þá voru aðgerðir hertanna á landamærunum og á sama tíma fór erlendur aðili með umtalsverða fjármuni út úr hagkerfinu á stuttum tíma. Seinni hrinan hefði væntanlega reyndar orðið mun dýpri ef Seðlabankinn hefði ekki gripið þess ráðs að selja verulega fjárhæðir úr gjaldeyrisforðanum til þess að afstýra enn hraðari veikingu krónunnar. Alls seldi Seðlabankinn 820 milljónir evra úr gjaldeyrisforðanum á síðasta ári sem miklu stærri fjárhæðir en hann hefur áður beitt í slíkum aðgerðum á einu ári. En forðinn ennþá myndarlegur, það var það bil 8. hver evra sem var seld úr forðanum á síðasta ári og það því ennþá nóg til þess að bregðast við ef að frekari skellir lenda á gjaldeyrismarkaði á stuttum tíma eins og við áður séð. Krónan mun væntanlega eiga nokkuð undir högg að sækja áfram fram á vorið að minnsta kosti. Að sama skapi mun Seðlabankinn áfram verða á vaktinni að okkar mati, hann mun draga úr sveiflum og mynda í rauninni einhvers konar mjúkt gólf undir gengið farið að gefa verulega eftir svipað var í fyrra. Með sumrinu fer hins vegar að glaðna yfir krónunni og við gerum ráð fyrir að hún taki að styrkjast þegar lengra dregur inn á árið. Það eru ágætar ástæður fyrir því að krónan ætti inn í styrkingu. Utanríkisviðskiptin eru í jafnvægi og horfir á að afgangur verði viðvarandi á næstu árum. Erlenda staðan okkar sterk. Við eigum þriðjung í erlendum eignum af landsframleiðslu umfram skuldir. Vextir hér eru hærri heldur en víðast annars staðar og erlend verðbréfaeign, það að segja verðbréfaeign erlendra aðila í algjöru lágmarki þessa mundir og því í rauninni lítið annars sem sú staða getur farið þegar til lengdar lætur heldur en upp aftur. Hversu hröð styrkingi verður hvenær hún kemur ógjörningur að segja eins og flestir átta sig á sem að þekkja til gjaldeyrismarkaðar. En spáin okkar hljóða þó upp á að krónan verði í lok spátímans 8–9% sterkari en hún var á jafnaði á síðasta ári. Veiking krónunnar fyrir að lita þessu verðbólguþróuna eins og fyrir daginn í íslenska hagkerfinu. Verðbólga steig jafnt og þétt eftir því sem leið á árið, var í lok síðasta árs 3,6% og verðbólgan verður áfram umtalsverð allra næstu mánuðina. Við gerum ráð fyrir að hún verði að jafnaði 4%, það að segja rétt við efri þolmörk verðbólgumarkmið Seðlabankans á fyrsta fjórðungi ársins en taki í kjölfarið að hjaðna hratt og örugglega og ágæta líkur á að hún verði komin niður í eða niður fyrir 2,5% verðbólgumarkmiðið fyrir árslok. Áhrifi af veikingunni í fyrra eru að fjara út úr verðlagsþróuninni. Slakinn í hagkerfinu fer að segja til sín í auknum mæli í innlendu verðþrýstingi og styrking krónu þegar lengra líður árið verður að sama skapi fljót að hafa áhrif á verðbólguþróunina. Á seinni 2 árum spátímans gerum við svo ráð fyrir að verðbólga verði rétt undir verðbólgumarkmiðin að jafnaði, þar að segja rétt innan við 2,5%. Seðlabankinn brást við kórónukreppunni með því að lækka stýrivexti verulega. Í heild lækkaði bankinn vextina 2,25% í fyrra, úr 3% í upphafi árs í 0,75%. Það sem eru enn. Áhrifin af lækkun stýrivaxta voru töluvert önnur heldur en við höfum áður séð og eru til marks að okkar mati að peningamálastefnan hefur aukinn slagkraft og trúverðugleika. Bankinn hefur einfaldlega haft töluvert meiri áhrif og í rauninni mun meiri áhrif á sérlega heimili en líka fyrirtæki heldur en oft áður og við höldum raunar að bankinn láti
sitja við þá vaxtalækkun sem þegar orðin og beini sjónum frekar að öðrum aðgerðum til þess að örva hagkerfið og styðja við fólk og fyrirtæki á komandi fjórðungum. Við spáum því semst að vextirnir verði 0,75% út þetta ár en fari í kjölfarið að stíga hægt og sígandi og verði komnir í 3% undir lok spátímans, það er að segja lok 2023. Óvissan er þó heldur niður á við en hitt, ef að slæri í bakseglin á efnahagsbatanum þá seinkar bankinn þessu vaxtahækkunarferli og það er alls ekki útilokað að hann muni jafnvel lækka stýrivextina eitthvað frekar tímabundið að minnsta á þessu ári. Og þróun stýrivaxtanna setur þetta mark sitt á aðra vexti í landinu. Langtímavextir eru lágir á þessa mundir þó að þeir hafi hækkað nokkuð frá því þeir fóru lægst á síðast ári. Grunnvextirnir, það er að segja ríkistryggðir vextir, til lengri tíma eru núna 3,3% og raunvextirnir það bil 0,5%. Við teljum hins vegar að vextirnir muni lækka eitthvað á komandi fjórðungum. Seðlabankinn hefur sagt að árið 2021 yrði ár peningaprentunar. Í því felst til dæmis að bankinn mun verða nokkuð umsvifamikill kaupandi á ríkisskuldabréfum og ríkissjóður hefur raunar aðra leiðir til að fjármagna fjárþörf sína á komandi misserum heldur en eingöngu að leita á íslenska skuldabréfamarkað. Á sama tíma er nokkuð í að skammtímavextir fara að hækka nýju og okkar mat er að einhver lækkun á langtímavöxtum sé því í kortunum til skemmri tíma. Þegar lengra líður hækka vextirnir væntanlega nokkuð að nýju. En við gerum þó ráð fyrir að nafnvextir, langtíma nafnvextir verði undir 4% allan spátíman og að raunvextirnir fari ekki aftur yfir 1%. Nú svona í lokin langar mig pínu til að við klöppum okkur á okkar sameiginlega bak fyrir þann árangur sem við náðum á undanförnum áratug í að búa í hæginn fyrir kreppuna og styrkja hagkerfið fyrir akkurat skelli eins og þeir sem við erum lendi núna. Skuldastaða heimila, fyrirtækja eins og opinbera er öll önnur og betri en við höfðum áður vanist og er að sýna sig að skapa verulega viðnámsþrótt núna og líka eftir að hjálpa til við uppbygginguna eftir kreppuna. Nú þá er sterk erlend eignastaða þar sem við eigum þriðjunga landsframleiðslu í erlendum eignum umfram skuldir, ásamt drjúgum gjaldeyrisforða og kannski ekki síst mun trúverðugri efnahagsstefnu en áður, ekki síst stefnu Seðlabankans sem hefur held ég meiri trúverðuleika og traust heldur en við þekktum fyrir nokkrum árum. Þetta er algjör lykil forsenda fyrir því að hér geti þrifist örmynt á borð við íslenska krónuna sem þessa mundir er að draga úr og mýkja hagsveifluna frekar heldur en að ýkja hana eins og við höfum allt of mörg dæmi frá fyrri tíð. Svo við drögum saman það helst á spanni. Horfur á að efnahagsbatinn eftir kórónukreppuna hefjist á þessu ári. Hvenær og hversu hraður hann verður veltur hins vegar miklu leyti á því hversu hratt ferðaþjónustan nær vopnum sínum að nýju. Utanríkisviðskipti eru í jafnvægi þrátt fyrir þungt högg á útflutning. Viðskiptaafgangur hefur tekið við að halla í ytra jafnvægi þjóðarbúsins og á eftir að myndast hratt að nýju þegar útflutningur eykst aftur. Hið opinbera heldur upp í fjárfestingastiginu í ár en einkageirinn tekur við á komandi árum. Traust staða flestra heimila dempar hagsveifluna og dregur úr sveiflum á íbúðamarkaði. Verðbólga hjarnar hratt með styrkingu krónu á komandi misserum. Og aðgerðir Seðlabankans í fyrra milduðu sveifluna umtalsvert og bankinn mun halda áfram að létta fyrirtækjum að heimilum lífið þar til hagkerfið er komið á góðan skrið að nýju. Þótt COVID-faraldurinn hafi greitt hagkerfinu okkar þungt högg, hefur hann enn ekki valdið teljandi varanlegum skaða. Ef við höldum rétt á spöðunum og faraldurinn rennur sitt skeið fyrir en síðar, mun kórónukreppan á endanum fara í hagsögubækurnar sem ein krappasta en að sama skapi ein stysta efnahagsdýfa í nútíma hagsögulandsins.